Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Frelsi er yndislegt. Ég heiti Ásdís Birna og við Guðmundur Ingi ásamt gestunum okkar ætlum í dag að ræða kraft jákvæðra samskipta og þjónandi leiðsagnar. Og gestirnir okkar að þessu sinni eru Garðar Svansson, fangavörður á Kvíabryggju, Halldóra Guðmundsdóttir, forstöðukona á Konukoti og Margrét Rán, fangavörður á Hólmsheiði. Já, Halldóra, þú kannski bara byrja að segja okkur svona stuttum máli frá þjónandi leiðsagn. Já. Hvað það gengur. Eins og þú sagðir, þá vinn ég í Konukoti og við höfum verið að innlega þjónandi leiðsögn senstu 3 árin, bráðum 4. Og þjónandi leiðsögn er í rauninni svona hugmyndafræði eða nálgun þar sem við einblínum bara á samskipti, jákvæð og uppbyggileg samskipti með virðingu og mannlega reisn að leiðarljósi. Við öll vinnan í kringum þetta er að við horfum bara inn á við horfum á okkur sjálf sem starfsmenn sem eina verkfæri sem við getum rauninni haft áhrif á og hvað við getum gert til að tryggja þessa grunnstoðir sem eru í þjónandi leiðsögn sem er öryggi fyrst og fremst að sýna væntumþykju og taka á mótinni og svo hvernig við getum hjálpað okkar þjónustunotendum að vera þáttakendur í einu lífi og út af því að upphafsmaður þjónandi leiðsagnar heitir John McGee og hann er bandaríkjamaður og var að vinna með gæsalappir götubörnum í Brasilíu og hann var svo inspirarar út því að hann átti líka fatlaðan bróður og hann misbauð svo framkoman sem hann fekk á öllum þessum stofnunum sem hann var látin flakka á milli og hann var bara með mikinn áhuga á öllum þessum samskiptum og alltaf þegar þessi bróður hann sem átti vist að vera svo agalega erfiður fór til ömman sem var svo kærleiksrík þá var hann alltaf bara eins og blóm og hann var búin að hugsa svo mikið um þetta og fór að vinna svo með þessum götubörnum og var að reyna að finna einhverja leið til að tengjast þeim eða vera með þeim eins og hann orðaði það vera ekki bara, þú ert ekki fyrir hliðina okkur þú ert með einhverjum og hann tala mikið um þessa þungamiði sem er bara að allt fólk þarf að upplifa öryggi og þarf að tengjast öðrum og finnast að skipta máli og hann fór að leita leiða til að tengjast þessum börnum og fór og hefur bara farið út allan heim núna að núna hann er látin fór út allan heim og er að boða þennan boðskap og þetta hugmyndin þetta núna er að þetta sé virki bara með fólki með fötlun eða eitthvað svoleiðis en núna er þetta bara komið út allt bara í vinnu með fólki almennt og það skiptir engu máli hvert vandamálið er þetta snýst bara að hafa jákvæð áhrif á manneskjuna og ekki alltaf vera að reyna að aðlaga fólk með mismunandi getu að einhverju umhverfi sem það kannski ræður ekki við það er meira að vera að einblína á hvernig getur við aðlagað okkur að þínu þörfum til að þú getur þegið þjónustuna sem þú áttir rétt á þegar oft er það ekki þannig. Það er bara verið að gera kröfu eins og þú þurfir að vinna þér inn rétt til að fá þjónustu og það er ekki þannig. Þannig að við erum að reyna að snúsa svolítið við að fólk komi bara með upplað og við reynum að mæta í það sem það er start. Og þetta út af því í okkar málaflokki og ykkar mætla líka þá er alltaf að tala mest öryggi og það er líka grunnstoðin í þjónandi leiðsögn. Hvernig getum við tryggt öryggi eins vel og við mögulega getum með okkur sjálf bara sem verkfæri. Þegar eins og í Konukoti við erum 2 á vakt, það er allt upp í 18 konur hjá okkur sem og við getum gert alla heimsins verkferla eða setja reglur og allt þetta en það breytir því ekki að við erum samt 2 og með 15 konur sem eru kannski ekki alveg hafa ekkert verið að fylgja reglum sem er kannski ástæðan fyrir að það eru í Konukoti maður þarf bara að vera svolítið raunsar hvernig getum við slagt okkar á mörkum með þessa ótrúlega takmarka resursa sem við höfum og þannig að þetta er alveg bara ótrúlega spennandi að fylgjast með þessu. Mér svo fyndið að þegar við tölum að innlega þessa nálgun en þegar ég heyrði þessa nálgun fyrst að þá hugsaði ég bara akkur þarf eitthvað að innlega þetta akkur ekki bara svona common sense að maður akkur ætti ekki bara að vera svona common sense hvernig maður kemur fram við skjólstæðinga eða þjónustunotendur. Það er bara alls ekki common sense. Nei, akkurat. Hvernig er svona ferlið að innleiða hugmyndafræðina?
Sko eins og við höfum gert þetta, þá höfum við bara byrjað á því að senda bara allt starfsfólki á fræðslu. Og þetta einmitt alltaf það sem maður fær. Fólk fer á 3 tíma fræðslu og bara, þetta er common sense. Af hverju ættir að vera vondur þú getur verið góður. Akkurat. En svo það ekkert common sense og því að við náttúrulega bara vinnum í kaotísku umhverfi þar sem stanslaust verið að kveikja á svona fight or flight viðbröðunum og þá bara verður manneskjan svo ótrúlega takmörkuð. Og við grípum bara í það sem okkur var kennt eða uppbyldi okkar og það fer alltaf bara í að vera afleiðingar og ég læt ekki bjóða mig þetta og Þannig að það ekki nóg að fara á 3 tíma fræðslur. Við höfum byrjað á því og svo höfum við pikkað út eða boðið fólki óskað því að verða mentorar þar sem hún ferð í frekari þjálfun, sem alveg 4 heili dagar og með ákveðnu millibili og þar kennum við að innleiða þetta með því að setja svolítið ábyrgð á starfsfólki sjálft. Þeir sem eru mentorar eru þá svolítið leiðandi á vöktum. Við búum til svona eins og við kallum speglunarferli þar sem við erum alltaf bara að horfa inn á við, alltaf í vinnunni, eftir vaktina og greinum atriðin sem komu upp. Og því að það, öll ofbeldisatvik og ágreiningur, það eru svo miklar upplýsingar sem við erum ekki að nýta okkur og það eru svo dýrmætar að ef við gefum okkur til dæmis að fara yfir allar vaktir og spyrja að kom eitthvað upp, er ykkur ástæði fyrir því sem við vitum, hvað það geta haft áhrif á það. Bara það innlega svona litla speglunarferla breytir svo ótrúlega miklu því að það þjálfar hugan í að bregðast öðruvísi við en við myndum venjulega gera þegar bara taugakerfið okkar triggerast. Og og oft byrjar þetta bara í rosalega litlum skrefum. Við byrjum bara á því eins og við gerum í konukoti. Nú ætlum við bara ekki að vísa neinn frá. Við ætlum bara að gera þetta aðeins á okkar vandamáli. Hvað getur við sem starfsfólk gert til að vísa engum frá? Og svarið ekki að leyfa að lemja alla eða það ekki svarið. Svolítið að setja ábyrgðin á okkur að hugsa lausna með og hugsa út fyrir kassan. Og bara með því að slaufa til dæmis öllum reglum og því að oft þegar fólki með neyðarskili að byrja að vinna í neyðarskili þá þetta bara doðrantur á reglum sem það þarf að skrifa þetta og ef þú gerir ekki þetta þá þetta og allt þetta það veit kannski enginn af hverju þessar reglur voru settar eða af hverju þetta skiptir máli. Þannig við byrjum bara á því að stróka út allar reglunar, senda fólk á fræðslu, taka svo bara eitt vandamál í einu, bara af hverju þetta vandamál, getum við fyrirbyggt það, eitthvað sem við erum að gera sem sjá til þess að sem ekki að sjá til þess að fólk sé örugt og tókum þetta bara svona skref frá skrefi og með því að þjálfa fólk í þessari hugsun þá bara hægt og rólega breytir viðmótið og ef viðmótið breytt og fólk sjálft, starfsfólk tilbúið að taka ábyrgð á vinnubröðum sínum þá einhvern veginn opna svo miklu fleiri möguleikar. Það ekki alltaf bara hún óalandi og óferjandi og þetta vandamálið. Við horfum á vandamálið sem einhvern veginn sameiginlegt vandamál, bara umhverfið við allt, eitthvað ekki að virka. Akkurat. Þetta einhver hugmyndafræði sem þið hafið heyrt hefur verið rædd innan veggja fangelsana? Ég vil bara þakka Halldóru fyrir þessa lýsingu, hún bara að lýsa Kvíabryggju eins og hún skilur. Það bara, en þetta alveg, Kvíabryggja hefur, ég heiti Garðarsson, svo komið fram og vinn á Kvíabryggju og ég búin að vera þar síðan 2011 og þegar ég hóf störf þar, þá var þetta starf svona eins og Halldóra að lýsa. Það einstaklingsmiðað, við erum að fá alls konar fólk inn í fangelsin sem að eiga við alls konar vandamál, við erum að fá börn eða semst unga menn og unga konur, við erum að fá eldri borgara, við erum að fá neytendur, við erum að fá sjúklinga, þannig að fangelskerfið þarf að bregðast við því að meðferðin, eins og við kallum það, hún sé einstaklingsmiðuð. Og það gerur ekki nema að tala við fólk og þú nálgast það með samtali og samvinnu. Það þannig að við höfum stundum verið spurðir af hverju erum við ekki með svona refsikerfi eða umbunarkerfi eða því líkt. Og það bara þannig að þegar fólk kemur eins og á Kvíabryggju að þá það því fullkomlega treyst. Það hefur fullkomið traust og það bara þeirra að halda því trausti.
Og kannski fólk átti að sjá að Kvíabryggja opið fangelsi. Já. Fyrir það sem ekki vita það. Og við það er svona til marks um það hversu opið þetta að við erum í girðingu sem 1,20 á hæð, það bara til þess að halda inn í sauðfénu. Já, mitt. En þetta svoleiðis og þegar ég byrjaði að þá var svolítið svona umræðan í öðrum fangelsum að við værum ekki að vinna rétt. Við sjáum það núna og Margrét getur komið inn á það eins og með fangaverkið. Stofnunin og fangelsin hafa áttað sig á því að þetta er rétta leiðin, að vinna með föngum. Ekki eins og Halldóra segir, við erum ekki með refsistefnu, við erum að vinna með fólkum, við erum að betra og ég held að Margrét geti alveg tekið undir það. Já, ég er verkstjóri í vinnustofuna á Hólmsheiði og mér er mjög gaman að heyra þessa lýsingu hjá þér á þjónandi leiðsögn. Við erum búin að vera með svona markvissa vinnu síðan árið 2019 í vinnustofunni og erum alltaf að byggja það upp og það upphaflega var það svolítið að reyna að hafa svona stabíla vinnu, að væru verkefni fyrir hendi, við varum ekki alltaf að byggja vinnuna á því að vera utanaðkomandi verkefni. Svo núna erum við búin að ná að byggja það verkefni það upp að við erum sjálfbær, þannig að við getum verið með vinnustofuna, en þá erum við þessi áskorun hvernig myndum við traust við skjólstæðinga okkar og þar kemur þetta, ég er ekki að vinna eftir þessu nákvæmlega en ég er rosalega mikið með virðingu og kærleika að leiðarljósi og ná sambandi við skjólstæðingan okkar, vita meira um þau og hvar þau standa og það er stór saga hjá öllum, bara bæði hjá starfsfólki og vistfólki og svona í upphafi árs þá tókum við svolítið breyttum við svolítið til í okkur. Það var ekki það var bara ákveðin opnunartíma á vinnustofunni en það var engar leiðbeiningar hvernig þú ættir að komast inn á vinnu, hvernig gastu fengið vinnu, gastu bara mætt daginn eftir að komast í afplánun og svona. Og þá fórum við að taka ákveði að vera með þessu bara kynningu fyrir fangana. Þannig að fyrsta sem þú gera er langar að vinna er að koma kynningu og það er svolítið gaman að það er rosalega gatt, þá förum við bara inn í bókasafni okkur og ég er bara með smá slideshow, eiginlega með engum texta, bara myndum og hún er svolítið breið, að því að kunnahópurinn okkar er náttúrulega mjög stór, bæði talaðu ekki öll íslensku eða ensku, er ekkert öll læs eða geta skrifað, en þá bara byrjum við að kynna verkefnið og þá er ég líka segja hver ég er og svo vil ég vita hver þau eru. Og það er mörg svona atriði sem þú ert að koma inn á sem að ég hef haft að leiðarljósi á þess að vera meðvitund en það var svo gaman að sjá hvernig það þróast einhvern veginn út frá því að við bjuggum til smá ramma og það eru smá reglur en og það eru gildi en það var svo merkilegt þegar hún bara búin að setja þetta á blað og bara að einhver væri bara að horfa í augun á fólki og segja, heyrðu, þetta eru reglurnar 5 sem við ætlum að fylgja að þá bara einhvern veginn bara ótrúlegasta fólk bara já, ég er alveg sammála því að ég ætla að bera virðingu fyrir hinum sem er inni og ég ætla að bera virðingu fyrir fangavörðum og fangavörður ætla að bera virðingu fyrir mér og bara að bara segja hlutina í staðan fyrir að vera alltaf að bregðast við nei, máttu ekki fara út núna, nei, ekki svona að þá verða að mínum að þetta samskipti miklu jákvæðari og þá ertu líka að grípa svona kannski þá færðu að vita líka vandamála sem geta verið, ef það eru árekstrar og hefur tækifæri til að hjálpa þeim að leysa árekstra sín á milli þó að sé ekki gerast á vinnustofun Mér finnst þetta mjög merkilegt af því að afstafa hefur barist frá upphafi að svona einstaklismiðum meðferðar og vistunar áætlum að það sé farið eftir því og svona gagnkvæm virðing og auðvitað vitum við að áður fyrir þá vantaði svolítið upp á þetta í fangelsiskerfinu, það var svona öðruvísi menning og maður sá oft ljót mál í raun og veru sem að hefði verið hægt að leysa á mjög einfaldan hátt og við vorum svona horfðum alltaf mikið til einmitt Kvíabryggju
og Akureyri. Það voru svona þau fangilsi sem voru með þetta svolítið að leiðarljósi og í raun og veru, að því ég þekki það bara eigin raun að þegar ég var til dæmis á þessum stöðum og ég var ekki í góðu skapi að ég kannski kom varstjórinn, ég sparkaði í Coca-Cola sjálfsögn og sagði bara djöfusins ekki hægt að fá Pepsi Max og labbaði svo í burt að svo bara komið til minn, það er komið Pepsi Max þetta var ekkert mál, skilur en auðvitað var þetta svolítið erfiðara í öðrum fangilsum, þetta var erfiðara, það voru svona kannski líka fólk að vinna óbúslega gott fólk en kannski ekki með skilning endilega mikið á veikindu fólks og það sem var í gangi og þetta hefur verið að breytast alveg óbúslega mikið og ég er mjög ánægður að sjá breytinguna og þó maður vilji, það er ekki komið kannski alveg á þann stað sem maður vill ennþá en þá er þetta samt mjög langt komið finnst mér og en það er kannski ekki langt síðan að ég heyrði einmitt líka þetta hugtak eða þjónandi leiðsögn og maður byrjaði að sjá að þetta byrjaði að innleiða þetta í fjölda stofnana og þegar ég googlaði þetta þá kemur þetta upp bara á fullt af stöðum það er miklu fleiri stöðum en ég bjóst við í raun og veru þannig að ég hlýtur að vera þannig að fangilsi vil taki innleiði þetta bara, mér finnst það bara einhvern veginn alveg sjálfsagt en það sem ég hef ágjör af er að því að ég hef farið á námskeiðið hjá Halldóru í þessu og bara frábært en sumir vinnustaðir eru þannig að fólk kemur eftir svona námskeið og þeir svona þetta er svolítið öðru vísi skilur heldur en þeir eru vanir kannski en eins og þetta er sett upp og svo heyrir maður þetta er bara ekki hægt ég er ekki ráðinn á þessu forsendum og en svo þegar maður fer að skoða kannski þessa sömumanneski sem segir svona og þá sér maður samtalið þú ert, come on, ok, þú ert að heyra þetta svona en þú ert samt búin að vera að vinna eftir þessu alla tíð skilur einhver leiti kannski þannig að þetta svona kannski er að síast inn en gefur líka oft tækifæri til að þú veist ef það kom upp svona einmitt að maður hittir einstaklinga eftir þetta bara samstarfsfólk og þeim finnst eitthvað svona nýtt vera eitthvað svona skilja ekkert í þessum breytingum að þú veist þegar að koma upp árekstur að maður finnur að er eitthvað sem íþyngir í vinnunni að líka spegla sjálfur vera svona ertu vissum að þessi fyrirspurn hjá viðkomandi hafi verið raunveruleg löngun í einhver líf eða eitthvað svoleiðis að vildi viðkomandi bara spjalla þú veist, er það þú veist, og vera þá að spinna út frá því á þess að ekki hunsa beiðnina en svona vantar sáluhjálp í raun og veru eða þú veist, stundum finnst manni þú veist að ég finn það á vinnustofunni þegar við erum mjög mikið að spjalla þar og náum oft mjög góðum tengingu við skjólstæðingur okkar ég hef ágjör af að því að á sumum vinnustöðum þar sem er verið að innleiða þetta að þá er bara verið að skera niður í mannskap og þá er erfitt það er erfitt að fylgja þessu eftir veist, þó maður reynir persónulega en þá veist, þegar það er búið að skera það mikið niður í starfsfólki að þú ert eiginlega meira orðin vaktmaður heldur en stuðningsaðili þá er hætta á þessu held ég þannig að það er ekki nóg að skella bara þessu úrræði skilur í vinnu fyrirkomulagið en það þarf að vera hægt að sinna því líka En heldur af hverju heldur að það sé þannig að einstaklingar sé að fara svona vörn og ekki vilja taka þátt í þessu þú veist, eru þið búin að pæla eitthvað í þessu? Já, ég pæla náttúrulega mjög mikið eða er komin einhver svona útskýring á þessu? Mín upplifun er svo að fólk leitar svo mikið í falskt öryggi og við séum bara öll í grunn svolítið einföld. Það er rosalega þægilegt ef einhver öskrar á því að horfa á blaðið og segja já það banna öskra hérna, þú átt að fara út. Og þetta kannski eins og við gerum í Konukoti þá fórum við að greina öll atvikin, hvar eru árásirnar að verða, hvar er starfsfólki að verða fyrir einhverju og þá var það allt á samstæðum. Það var í andirinu þegar var verið að biðja fólk að fara út eða meina fólki aðgang á húsinu. Þá voru bara ok, hættum þessu og reynum að díla við þetta öðruvísi. En út af því að þá fórum við að innlega þessa hugmyndafræði og það er engin uppskrift að henni. Við erum bara að þjálfa fólki að hugsa út fyrir ramman og að skoða hlutina öðruvísi. Þá upplifir fólk svo mikið óöryggi.
það leita bara aftur í falska öryggi á blaðinu þó svo öll tölfræði sýndi að árásum fækkaði á sama tíma og gestum fjölgaði en samt upplifði fólk sig óöruggt. Bara til að þú gast ekki gripið í eitthvað. Þú þurftir að treysta á sjálfa þig, þína nálgun, þú þurftir að lesa í aðstæður og oft held ég að fólk sé tilbúið að fá miklu meira yfir sig ef það upplifir sig bara með lausnina í hendinni sko. Þannig að þetta líka bara svolítið, held ég, svona skynjunavandi hjá okkur og þegar svona þarf eins og þegar maður að innleiða þetta, þá þarf að halda skráningu yfir allt. Það þarf að minna fólk á því að þetta tekur rosalega á. Það er rosalega erfitt að þurfa alltaf að vera að spegla og hefðu við geta gert eitthvað öðruvísi, maður þarf að vera alveg auðmjúkur og náttúrulega atvik kannski ílengjast svolítið þegar þú ert að reyna að ná stjórnaðum, þegar þú ert kannski vanið í að loka það bara í herbyggju og hringa lögguna og þá er það ótrúlega auðvelt í mómentinu en það brýtur náttúrulega rosalega mikið traust á milli. Þannig atvikum kannski fjölgar rosa mikið en færri atvikin eru þá kannski reyna aðeins meira á þig og þú ert ekki bara með þessa skyndilust sem þú last á blaðinu. Þannig að ég held að það sé bara vinna sem fólki finnst erfitt að fara í. Þetta er miklu erfiðara þegar maður er að byrja á þessu en svo þegar líður á þá er þetta auðveldara. Það er bara, þú verður sjálfur svo miklu öruggari í vinnunni og ef maður fer einmitt bara að reyna að kynnast manneskjunni og kynna sér bara allt þetta efni er að fólk beitir ofbeldi eða hótunum þegar það er óöruggt. Þá reynum við að gera það öruggara, ekki óöruggara og með því að gera þau örugg í okkar návist þá erum við ekki að mæta þeim stál í stál þegar ykkur öskrar á þau þá fer ekki að hóta móti. Það er bara þessi samskiptatækni sem þú þarft að þjálfa þig í og því að ef þú ert í svona aðstæðum, ert ekki vanuð í, þá panika maður. Maður fær svona rörsýn bara, komið svo út af aðstæðum, maður fær bara fight or flight. Og við höfum oft verið að þjálfa nýtt starfsfólk, verið bara, þetta er miklu flóknara en það heldur. Þú heldur að þetta sé common sense, bara maður stendur sér vel í vinnunni, það er ekki þannig. Oft þarf maður bara að byrja á að kannski leggja 3 setningar á minnið og því að verkfærin sem í þjónustu leiðsögn er bara við sjálf, það er bara augun okkar, hendurnar okkar, tónnin sem við notum, hvernig við snertum fólk, þetta er bara við sem erum að vinna með. Að ég legg oft til bara nokkra setningar sem fólk getur lagt á minni eða frís í aðstæðum. Það er kannski aggressívar aðstæður í gangi, að þú segir bara, ef ég teka eitthvað dæmi, bara, ég get ekki ímynda mér hvað liðir illa eða er eitthvað sem ég get gert til aðstöða þig. Þó svo að sé verið að segja eitthvað ljótt við þig, að fara ekki að vera nei, það er ekki rétt, ég sagði það aldrei, þú talar ekki svona um mig. Líkurnar á því að eitthvað hræðilegt gerist þar eru bara margfalt meiri heldur en þú myndir segja bara, vá, ég sé hvað liður illa, er eitthvað sem ég get gert fyrir þig. Bara, eða viðurkenna bara, ég veit ekki hvernig ég á að hjálpa þér, bara, ég ætla bara að vera hérna, ég skal bara ekki segja neitt, bara eitthvað. Og þetta er ekki það sem maður grípur í fyrst. Maður þarf að þjálfa þetta upp, maður þarf að þjálfa þetta upp í vöðvaminnið og maður þarf að passa sig að gera ekki þetta, bara rýna í sjálfan sig, hvernig get ég allavega ekki bætt við óöryggið, hvernig get ég allavega hægt að vera ógnandi. Og fólk fattar ofta ekki sko valda ójafnvægið sem á sér stað eins og í fangelsum og neyðarskýlum þegar einhver kannski, þú veist, ekkert hvað mannskinn hefur gengið í gegnum. En við vitum það að heimilislausar konur gangi í gegnum hræðilega hluti. Bara þessi undirheimar er náttúrulega bara survival of the fittest og þar setja þær á botninum sko. Þannig að við gefum okkur bara að þær verði fyrir alls konar ofbeldi á hverjum einsta degi. Svo gerist eitthvað í konukoti og þær bara missa kúlið eða triggerast eða eitthvað. Við þurfum bara að vera meðvituð þetta valdaójafnvægi og því að ef einhver öskrar á mig, þá er það yfirleitt hefði það geta verið hann eða ljósastjórinn eða eitthvað. Þetta er bara viðbröð, ósálfur viðbröð við einhverju áfallastreitu. Að ef við segjum, ef þú ætlar að öskra mig, þá þarf það að vera úti. Þá erum við bara að setja olíu á óöryggið. Bara já, ok, nú hef ég enga tapa, ég er að fara að sofa út í snjónum. Bara hvernig á það að vera vænlegt til vinnings. Ójafnvægi að gerist bara. Já, og þegar við útskjörum þetta, nú ætlum bara að hætta að vísa fólki út og við ætlum bara að reyna að búa til öryggi þegar fólki líður sem verst. Þá kemur alltaf sem spurningin, já ok, þá verður bara alltaf vitlaust hérna. Þær ráða ekkert við það og það svona sýnir svo mikið svona innbyggða fordóma og virðingarleysi sem við höfum í grunninn gagnvart þessum hópi
og því að það bara gerist alls ekki. Bara leið og þú útskýrir fyrir mannesku, núna ég alveg hægt að ráða við aðstæðanarina. Ég vil ekki hringja lögguna, mér langar ekki að vísa þér út. Getur þú hjálpa mér að leysa þetta? Hjálpa mér að hjálpa þér. Já, getur þú hjálpa mér? Bara við verðum, bara ég fór til göngutúr, viltu fara út í sík og eitthvað, við verðum að finna út úr þessu og því að ég vil gera allt áður en ég leit þessu úti, sko. Að leið og fólk upplifir sig hafa einhverja stjórn á þessu og skilur líka, já ok, hún vill í alvörinu ekki að ég svo úti. Það ekki allir í lífinu að reyna að refsa mér, því það það eina sem það ekki. Lífið þeirra refsing, dag frá degi. Leið að upplifa þetta, þá bara breytist dýnamíkin og þá vita þær, heyrðu, já, þið eru hér fyrir okkur, þið eru ekki hér og þið eru valdaníðingar. Og því að það upplifið þeirra rosalega oft bara í lífinu, því að það viðmóti sem að fá alls þar. Þetta var, ég veit ekki hvort að þið munið eftir því en ég er alltaf búin svo lengi í þessu kerfi að aldamótin að þá var prófað að ráða þið maður ekki hvort það var 3 konur, fangaverðir átt að vera svona tengiliði við fanga og vera bara inn á göngunum, bara spjalla og svona mynda tengsl og eitthvað og þetta var svona tilraunaverkefni og mér persónulega fannst það frábært og fannst það virka vel en þær voru samt sko, veist, í fangavarðbúning og eitthvað svona sko, en þetta var bara, þetta var ekki, ef ég man rétt, kannski hálft ár eða heilt ár, ég veit það ekki sko, en svo var þetta upp fyrir og var ekkert meir, en núna sko undanfarið þá hefur verið að veljast frábært fólk í fangaverðslu og andrúmsloftið að breytast og samskipti milli fanga og fangaverð að breytast mikið. Ég finn það alveg klárlega. Mér finnst það magnað að heyra ykkar svona, varst svona skemmtilegt að heyra ykkar svona viðmót eða svona. En ég er svona pæli bara, ég bara pæli sko, veist, á hverju heldur þetta sé að breytast? Eða hvað Sko, ég held bara að menn séu átt þess að því að þetta auðveldar starfið okkar sjálfra þessi mannlegu samskipti. Við sjáum það bara, ég held að Margrét geti alveg tekið undir það eins og hún sagði sjálf sko, þegar hún kynnist fólkinu og fólk fer að tala við þig að þá verður öðruvísi viðmót. Við erum að kynnast í að margir í fanginu sem eru kannski að eignast vini í fyrsta skipti og þegar þú átt vini, þú ert ekki að ráðast á viniðina, þú ert ekki að úthúða þá, þú ert ekki vondur við viniðina. Og það það sem að gerist. Og eins og Halldór kom hérna inn á, að þá lykilatriði í þessu starfi okkar allra þriggja hérna, það sjálfsöryggi, við þurfum að vera mjög sjálfsörugg með það sem við erum að gera í vinnunni og fræðsla. Og Fangelsismálastofnunin hefur sett núna mikinn kraft í að endurbæta fræðslu og núna átak í menntun fangavarða og það var einmitt verið að ræða það að ég var að kanna hverju getur komið hér með okkur, að það lögð sérstök áhersla á þetta í fangavarðskólanum, þessa dýnamísku fræðslu. Dýnamískt öryggi. Já, það bara málið. En sjálfstraustið gríðarlega stór faktor í okkar starfsemi. Það bara, við þurfum að vita hvað við treysta okkur til að gera það sem við ætlum að gera. Og þetta alveg sama hjá ykkur. Þetta var mjög svona hnitmiðað þjónustuleiðsögn að búa til innri hvata hjá fólki, ekki ytri hvata. Og því ég veit, við tölum náttúrulega rosalega mikið ofbeldi og hefðun og allt það. Það náttúrulega kannski minnsti parturinn okkar starfi en hann vegur þyngst og það það sem fólk vil tala um. En ef að þú ert að reyna að stýra mannesku því með ótta við afleiðingar, þú getur alveg stjórna hegðun hjá fólki ef að bara afleiðingarnar eru nógu svakalegar eða umbuninu eru nógu rosalega mikil, en það bara svo brothætt. En ef þú byggir upp þetta traust og býr til innri hvata hjá mannskinni, þá hugsar hún, ég ætla ekki að lemja þig út því að mér langar ekki að lemja þig. Ekki út þegar ég svo hrættum að svo úti, eða þú ætlar ekki að með sleikjó og ég gera ekki, eða hvað sem allt þetta umbunarkerfi snýst um. Hvernig þetta í vinnustofunum? Hvað alltaf þegar ég kem hana, þá bara sitja allir svo rólegir og eru bara að föndra eða vinna við eitthvað og þetta svo þægilegt að koma þarna inn og maður bara, veist,
þetta svona, eða er alveg... Það ekki sjálfsagt, sko. Nei, það skiptir máli, það með nærveran, að vera bæði augu og eyru fyrir skjólstæðingun okkar. Og það leggir rosalega mikla áherslu á að því að, hún Auður Guðmundsdóttir var á undan mér sem verkstjóri í fangaverk. Og það að vera, það sé alltaf einhvern til staðar, af því að ef að nærveru okkar, þá náum við bæði að leiðbeina skjólstæðingum okkar. Eða það eins og eina af reglunum inni á vinnustofu hjá mér að við erum að tala hversdagslega hluti og vera uppbyggjandi. Æfa okkur inni á vinnustofu. Að því að svolítið áherslu að segja með vinin og vinskapin, að ég hjó eftir því að við erum alltaf að fá mjög ólíkan hóp inn til okkar í fangelsi og ef fólk var búin að þekkjast í langan tíma, það var alveg greinlegt svona hegðunarmynstur sem var frekar neikvætt, og hvað málar þetta illa, eitthvað. Svo kemur einhver nýr inn og við komum til gerir bara fullt rosalega vel en fólk bara hvað góður þessu, geðveikt eitthvað og það var einhvern veginn og mér var svo merkilegt að sjá sömu einstaklinga einhvern veginn svona tala upp til einhverja sem þekktu minna og kannski tilraun til að byggja tengsl en gátu svo rakka niður vini sinna og eitthvað, þetta bara grín og ég svolítið svona eitthvað segja við mig, ég eitthvað svona muni, við erum ekki að rakka hvort annað niður bara inni þessari vinnustofu ætlum við að æfa okkur í að hrósa hvort öðru og eitt af svona hvað segir maður svona stigmanu, eða ekki stigmanu eða svona, maður var ákveðin hópur sem við vorum komið nokkur sem var hólpsig og sérstaklega kvenfangar að þær voru svolítið hræddar við að mæta því þær gátu ekki gert allt þetta rosalega flotta því mörg eru mjög listrik hjá mér en sumir eru bara miklu betri einhverju öðru eins og eru með rosalega góðan húmor og halda upp í góðri vinnustæðamenningu bara með því að þú veist í raun og veru, ég horfa á þetta sem svolítið svona hjálparhlutverk. Ég til að leiðbeina, þú veist, bæðum hegðun og hvernig við ætlum að, kannski mála eða málta svona hins einn, en líka ef þau eru að skauta eitthvað, fara að tala ofbeldi eða eitthvað svoleiðis, því að það getur verið svo triggerandi. Og ég legg áherslu á það að það sé inni hjá okkur að eiga að vera svona verndu umhverfi. En við þurfum að segja fólkinu okkar og við þurfum að minnast á það og við þurfum að minna þau á að þetta er æfing eins og þú talar fyrir þau sem starfa en það er líka æfing fyrir skjólstæðingur okkar og þannig, þú veist, og leið að það er einhver nærvera frá eins og fangavörðum, þá finnst mér þá lyftist þetta upp á annað plan og þá getur þú tekið manneskju að vera eitthvað þetta bannað, mátt ekki tala um ofbeldi, ekki tala um þetta, ekki tala um hitt og að þá getur meira verið bara eitthvað, já, hvað ert að smíða, hvað ert að mála, vissu það komið eldgos eða eitthvað skilur við, bara svona að dreifa umræðum og þjálfa þau í að bara svona bæði uppbyggilegu samtali og ég kem sérstaklega inn á þetta kynninguna og ef ég sé að það eru vinir að koma inn að vera, þú veist, verið duglega hrósa hvort þau æfið ykkur í því að því að þetta eru ótrúlega hæfileikar ykkur einstaklingar og það hafa allir hæfileika þú veist, við þurfum bara svolítið að finna hann og gera hann meira til eða svona, skilur gera það meira og leifa hann blómstra og þannig svona Mér finnst þetta frábært sko í gegnum tíðina og ennþá og þá mjög slæm menning í fangelsismálum þar sem að þetta einmitt aðalmálið, það verið að tala um slagsmál og vímuefni og allt þetta skilur alls konar vera að gorta sig alls konar hluti sem eru neikvæð og þeir sem eru þarna vissmenn og þeir sogast alltaf inn í þetta og fara alltaf að tala um þetta þess vegna er svo mikilvægt að vera að leiðrétta eða fá til að tala um eitthvað annað ég er mjög ánægður að heyra þetta sko. Þannig að og þetta hefur verið vandamál sérstaklega á Litla-Hrauni mikið og hefur ekki náðst yfir það skilur að vinna á þeim vanda þar sko. Þannig að það er eitthvað sem þar verður gert og á að gera með nýju fangelsi á að reyna vinna komið nýtt fangelsi og nýjan anda og menningu inn sko. Það er sko þess eins og Margrét segir sko þessi nánd sem við erum með í þessu starfi og ég er alveg saman líka sko í verksmiðinni eða verkstæðinni á Litla-Hrauni þar sem að menn að vinna náið saman við sjáum miklu betur þegar eitthvað bjátar á hjá einstaklingum og við náum að grípa miklu fyrr inn í heldur en var hér áður fyrr. Að, þú veist, þá kannski, þá var ekki þessi nálgun, ekki þessi nánd.
þannig að menn voru bara lokaðar inn gangi og svo kannski urðu þeir vitlausir að því það var ekkert kannski tala við þá, sko. En núna með þessu samskiptum sem við erum orðin í dag, að þá við skynjum miklu fyrr og getum gripið inn strax og verðum var við eitthvað. Já. Og þannig að það er mikill kostur við það sem var hér áður, sko. Ég er líka með nýtt starfsfólk, sumarstarfsfólk og það sem er komið nýjar fangaverðir. Ég lýsi oft vinnustofunum þannig að þetta er svona eins og banki sem getur lagt inn. Þú veist, komdu og hrósa þeim eða sýndu þeim áhuga og gefðu þeim speglun. Þú veist, af því að loka produkti er kannski ekki, þú veist, það er ekki alltaf aðalmálið. Þó að þér, þú veist, þú ert hræddur um þetta sé ekki rétti líturinn fyrir fangaverk eða eitthvað. Það er alltaf lægi. Af því að því oft er þetta bara, já, ég hafi þetta guld eða ég gera breiðalínu eða mjóalínu og maður er eitthvað svona, ok, góð spurning eitthvað. Og að því þarna ertu bara oft í rólu umhverju og við erum bara að reyna að hafa rólegan og skemmtilegan anda og þarna getur þú lagt inn og þá, ef það kemur eitthvað upp á, þá ertu með innistæðu, þú veist, að þá hjá fólkinu, þú þekkir þau, þú veist hvað það heitir og þú veist líka mögulega að var eitthvað að koma upp á eða það er að líða kemur að dómi eða dómsuppkvæningu eða eitthvað og svona já, getur nærða speglaðu og ég allavega nýst mér mjög vel í starfi í erfiðum aðstæðum og svona maður getur alltaf gripið til þess ef maður veit meira og sýnt svona einlegan í skil, ég veit þetta er erfitt þú veist, Já, en við tökum náttúrulega líka meira eftir því bara hjá okkur í Ástöðu að fangaverðir eru farin að hringja miklu meira í okkur heldur en áður og það er einmitt út af þessu skilur samskipti og það er verið að biðja á að hringja og þeir stundu komið hugmyndir eigum ekki að hringja bara í Ástöðu til að spjalla skilur það er líka náttúrulega kannski til að fá okkur til að spjalla við að því að við erum náttúrulega að gera það á jafningja grundvelli sko. Akkurat. Og þannig að það er bara mjög gott en að því að við erum að ræða fangaverk og þá vildi ég koma með smá leiðréttingu frá því síðasta þætti að það kom fram hjá einu viðmann að það var allar vinnustofur litlar húnir meira að minna lokaðar en það er auðvitað ekki rétt og mér lögðist að leiðrétta það í síðasta þætti en Járnsmíðaverkstæði og Trésmíðaverkstæði og númeradeildin er sjálfsögðu opið þó að það sé kannski ekki vinna fyrir allar skilur og það vantar alltaf vinnu þannig að það er mjög mikilvægt að það komi fram en þetta var bara rétt þetta þarf að vera rétt allt saman ég fekk alveg símtal frá Viði með þetta og var ekki ánað með þetta ég eyðilaði fyrir hann í kvöldgönguna Hvernig er upp á Kvíabryggju? Hvaða möguleika hafið þið svona til þess að byggja gott og jákvætt samband við skjólstæðinga þar? Við þetta er auðvitað öðruvísi það er engin lokaðir veggir það er ekkert varðstofan er opin allan sólarhringinn og þeir sjá sjálfur að elda og við borðum matinn þeirra í rauninni starfsmennir Guðmundur var þarna með töfrarsprota sinni í nokkur ár og hakkaði fyrir okkur mat en vandamálurinn hjá okkur það var umræða hjá okkur að stækka fangelsið upp í fyrir 60 vistmenn og við sögðum bara nei, það gengur ekki. Þá þurfum við fyrst að fá verkefni, við þurfum fyrst að byrja vinnuaðstöðunum því að það versta sem menn gera það er að gera ekki neitt. Það er bara lykilatriði. En við höfum útivist, strákarnir fara í smalamennsku, við göngum á fjöll, við förum í fjöruferðir, þannig að þetta er bara rekið eins og lítið vistheimili, bara eins og heimavist en eins og kemur fram og við lýsum þessu þannig þetta er eins og frystitogari þú ert bara á sjó í 6 mánuði og ef það kom upp núningur eða einhver sem að truflar þá verða menn bara að leysa það það er bara gert með samtali og þetta koma og menn öskra eins og er gert í konukoti þú veist og menn fá að tjá sig menn fá útrás svo er bara fengið og menn fá bara að setjast niður og ræða málin og það er leyst því að það getur enginn farið. Ég ætla að segja það er svo sem ekkert hægt bara að segja vísa fólki til en við höfum náð þessu. Þú svo myndi nú örgulega áska þess. Já og ég meina við höldum jólalhatból og fáum ljónsveit og þú veist það
sóknarpresturinn kemur og flyttur hugveiki og það er svona... Alltaf nógum að vera bara. Það er alltaf nógum að vera. Ég bara... Þetta er, og þegar að, ég muni að þeir allir tóku þátt í hérna, Íslandsbankarhlaupinu eitt árið, þá fengu við bara að hlaupa upp að sko, þeir fengu að safna áhættum og svo fengu að hlaupa upp á þjóðveg og tilbaka aftur. Nei, þeir hlupu lengra, þeir hlupu miklu lengri. Þeir hlupu miklu lengra? Já, að fara miklu lengra. Það var, sér, ég var það. Gerðu það bara ekki. Ég hljók samt ekki. Ég var bara að safna áhættunum. Já, við reynum að taka þátt í þessu daglega lífi í rauninni. Og það er líkilatrið að menn, þeir hafi svona tilfinningu fyrir því að þeir hafi ábyrgð. Eins og ég sagði, við erum með svona það er svona sértækar út aðgerðir. Við vorum með mjög veikan einstakling og við vissum ekki hvað áttum að gera við hann. Við fengum geit á næsta bæ og það var bara hans verkefni að hugsa geit og þú veist, það var bara stór munnur á honum. Það var svona tilgang. Já, hann fekk tilgang, hann fekk ábyrgð og því líkt þannig að því fylgir oft svona tilveruréttur eða oft fólk nákvæmlega, upplifir svona tilverurétt. Þú ert að koma og vera með námskeiðum. Já, ég er svo hrifin af þessu. Þetta er bara það sem að við höfum verið að reka okkur á. Eins og ég sagði strax í byrjun, þetta er mjög breiður hópur, allur aldur og við sjáum það líka að það er mjög gott að blanda saman aldri. Þessi gömlu kallar sem eru búin að lifa ýmislegt, að þeir geta miðlað reynslu til yngri stráka og fengið á til þess að hugsa og þroskast. Við erum með ungan dreng núna sem við höfum ekkert álita á þegar hann kom. Hann er bara sérfræðingur í sauðfjörð núna, búin að standa sig vel í sauðburðunum og hann þekki kindurnar. Eins í morgun, það var ein ærin týnd og þeir voru með lambið í bílnum að leita og hann lýsti kindinu. Hún er svona, ekkert stór, en hann vissi alveg hver móðurinn var. Þetta er frábært. Þannig að þannig náum við að vekja ábyrgðartilfinninguna og þroskan. Á Kvíabryggju snýst allt lömb og sauðfé og það er lambakjöt 2-3 í viku og það er lambahamborgarar og og þeir sem eru fangaverðir þeir þekkja allar rollunar með númer og nafni og hvernig er að borða í kvöld þá líka en að við vorum að tala ráðan að þú veist, ekki þessi refsistefna og svona en hvernig er til dæmis eins og ef það komið upp atvik og svona er heimsókna Nei, refsing er það er þannig að svona menn auðvitað gera eitthvað af sig, brjóta rúðu eða eitthvað svoleiðis og þá er það bara tekið tiltal því að ef að menn brjóta af sér eins og með fíkniefni eða neyslu eða eitthvað eða slagsmál þá vita er það að þeir því miður þá verður að senda á í burtu. Ég man eftir einu ári þar sem var svona slæmt samband á milli fanga og fangavarða og líka bara á milli fangana og þá stóð afstæða fyrir svona hópefli einu sinni í viku eða mánuði, ég man ekki hvort það var til að mættu allir fangarnir og voru að ræða bara vandamálin, hvað finnst þér þetta og svoleiðis. Handfærslu. Já, maður segja það og það breyti gjörsamlega Halldór bara, wow! Ég man eftir þessu, þetta breytist og ég meina að þetta fekk mig til að hugsa alls konar mál, þannig að þetta skiptir svo miklu máli. Þetta var í svona jafningagrundu Já, algjörlega, Það er bara þeir hafði eitthvað að segja og þetta er alveg sem gerst í okkur þegar við settum upp húsfundina. Það var svo hissa, við vorum að spyrja, hvað reglu vilja ég hafa hérna? Það er bara, Ég held að reglu væri bara alltaf þvinga mig til að brjóta þér. Og það var bara hjálpa okkur með þetta. Og það var strax svo mikil mun. Og eins og með handleiðsluna, það stofnunin er komin að góðan stað með félagastöðning fangavarða og við höfum gert það líka ef það kemur upp atvik, það komið upp slys og alls konar í okkar fangelsum, þá tökum við félagsstuðning á fangana líka að því þetta eru þeirra vinir og þeirra samtalsmenn og svoleiðis þannig að þetta hefur áhrif á þá líka þannig virkum við líka þannig að
félagsstundin ekki bara fyrir okkur, heldur líka fyrir þá. Við líka svona, ég pröfa svona 20 í þessum svona einmitt að setjast niður og ekki einmitt vera að vinna heldur að annars vegar fyrir jólin, þá vorum við með svona bara í raun og veru kannski ég myndi kalla það litlu jól en það voru ákveðin hugvekja og það fórum við þá tókum við bara hring og ég var með konunum og ég fekk samstarfsfélag með strákunum og vorum bara að segja það er náttúrulega mjög erfið tími fyrir fólki okkar og vorum að segja bara hvað uppáhalds, svona hvað finnst þér skemmtilegst að gera jólin, uppáhalds svona, hvað færið þið jólin eitthvað. Og bara aðeins að, þú veist, bæði er náttúrulega mjög erfitt að því við tölum kannski 5 tungumál í 10 manna hópi, mjög erfitt. En samt líka bara til að segja, þú veist, já það eru þessar smákökur eða gera jólamynd eða horfa á jólamynd eða púsla eitthvað. Og þetta hafði, mér svo gott að sjá svona, þú veist, að ég var búin að finna að það var þungt yfir hópnum. En mér fannst það svona, þú veist, það létti yfir. Og svo gaman að í upphafi árs þá kom jógakennari með hugleiðslu inn í Hólmsheiði. Og stelpurnar fengu gefins sko svona einhver svona spjöld, veit ekki hvað sem maður kallaði mindfulness spjöld, það var með svona, þetta svona svo teóna með eitthvað, svona ásetningur og þetta talar, margt af því talar mjög til fólk sem hefur brotið af sér. Og þær komið þetta á vinnustofan eitthvað svona megum við hafa þetta hér og ég bara, já, alveg sjálfsagt. Og það tóku þetta hverju mótni, tóku 1 spjald hver stokkuð í þessu og völdu 1 spjald og áttu svona, þú veist, þetta var svona mantra yfir daginn. Og þetta rúlaði alveg í nokkra mánuð og svona, og svo sem var leiðtóni í svona ekki lengur hjá okkur, en þetta er alltaf til hjá okkur. Og í seinustu viku fór ég í ákveða að taka þetta inn til strákana. Og baða að setjast niður með mér og ég væri með smá svona, hvort ég væri til ég væri að gera eitthvað svona pínu öðru sem með mér. Og ég var ekki alveg viss hvorum meginn það myndi falla, veist, hvort það væri bara, þetta er glatað, bara eitthvað, ekki, nei, eitthvað. En þetta hreyfði við þeim, bara alveg mikið á konunum og ég var svo, þetta hreyfir alltaf við mér sko. Og ég var svo glöð að sjá þess að svona staldra við og tengja og svona, einmitt. Og þau voru með þetta spjald þessum eftirleiði dagsins og voru bara, já. Ég get bætt aðeins við þetta, því svona þessi breyting sem er á fangelsiskerfinu, að sko í COVID-unu, á aðfangadag þá fengu fangar á Hólmsheiði í skóinn. Já, ég sá myndaði, það var mjög skemmtilegt. Þetta hefði aldrei, sko fyrir 5 árum hefði þetta ekki verið til. Sko. Þannig að það er svona þessi... Verið að reyna. Já, það er nú til dæmis konukvöld í kvöld á Hólmsheiði, það er í allra fyrir. Ég elska að fylgjast með þessu, þegar kemur á Instagramið konukvöld í kvöld, hvernig hefur þetta verið að koma út í samskiptum þeirra bæði bara við fangaverði og þú veist, hvernig er það að koma út? Ég bara mjög vel, mér finnst þetta ótrúlega gaman, ég var að dúka borðið, það var bara leiði viðtal dúka borðið, en þetta er rosalega skemmtilegt bara samstarfið, ég líka, þú veist, þær eru svona að fá að vera með og undirbúa aðeins, en það er bara ljóma, daginn eftir, það er bara, þú veist, og þetta er líka að fá tækifæri til að fara út af ganginum og vera í samveru, hún á að vera uppbyggileg og þetta var það er sérst 2 kvöld búin og 3. kvöldi í kvöld og hvað er þemað í kvöld? Er það húðin eða neglurnar? Augabrúnir og þannig að ég er mjög spennt að mæti fyrir manni en það er áttur svo ég fangaði sem var með í fyrsta kvöldi og hún var bara vá, þetta var svo ótrúlega gaman ég fekk bara naglalakk og hvernig að tala við allt í leveli og einmitt bara svona tengjast þeim og það er líka daginn eftir og allir bara sjáðu negluna mínar og eitthvað. Hvernig maður sko komið jafningagrundvöllun inn í fangelsið? Ég fréttaði í dag að það ætti að vera svona kallakvöld líka en ég er svona að reyna átt að með á hvernig verða þau. Ég þegar ég kynntist svona fyrst í Danmörku þá voru haldið svona kvöld og þá byrjaði þetta oft að ég að gera eitthvað til dæmis konfektgerð og þá var bara komið fangaverðinni með hráefni í alls konar og leiðbeiningar og þeir voru að gera konfekt eða eitthvað skilur með föngunum og svo setna þá var haldið svona bíókvöld þá bara fóru allir inn í svona einhvern sal þar sem var bara
búið að velja einhverja mynd og fangaverðinni komu með þeir hlupu út í sjoppu og keyptu blandi póka og Coca-Cola og eitthvað og alls konar eitthvað sem komu og svo voru bara allir þar að svona, þetta var svolítið öðruvísi sko. Akkurat. En það var spennandi að sjá hvernig þetta verður hér en við höfum einmitt svolítið verið að horfa á þetta í Danmörku, hvernig þeir hafa verið að gera og ég sá þetta síðan hér seinna hjá honum Einari Andresinni varðstjóra í Kópavogi að hann var með þetta einmitt, konfektgerð og jólaskreitingar og kortagerð og alls konar svona sem að var hjá honum í Kópavoginum sko. Þannig að en svo hefur maður svolítið svona saknað þess en það að greinilega alltaf að það alls konar svona gefur mér alltaf rosa mikla gleði að sjá þetta í stóri það allavega ég meina þess að líka svona maður fær ákveð líka svigrum og þess að ég þegar ég var að byrja á Hólmsheiði þá var ég að leysa hana auði af inn í fangahúsi og þá var ég með rosalega flottan hóp af íslensku strákum og leiðin í vinnu var ég eitthvað bara að hlusta okkur podcast og þá var bara ég búið að hlusta útvarp inn á vinnustofni okkur og ég ákvað að pröfa að bjóða upp á þetta og þá var bara eitthvað stráka vil ég pröfa og bara ég með og þá var ég alltaf svona eitthvað svona sem ég fannst uppbyggla sem ég var skott að hlusta á eitthvað svona að þá þá allt ég náði maður þá bara algjör þögn, kannski klukkutíma ég var eitthvað bara, vá en það svona skilaði sér en það hefur lognast út aftur en ég svona, það er erfiðara með svo rosalega marg tungumál En ég svona hugsa sko, veist það, ok, konukvöld og allt svoleiðis sko fyrir örfáum árum þá ég ekki þessum að samfélagið bara samþýtt eitthvað svona, veist, það bara, þetta að breyta svo hratt, veist, fólk að átta sig á meira og meira það hefur verið að segja meira veist, í fjölmiðlum hvað að gerast inn í fangelsum og hvað þarf að gera og hvaða fólk í fangelsunum þannig að þetta svona alltaf breytast finnst mér bara síðustu 2-3 árum svolítið, og það náttúrulega með fræðslu og þetta kannski það erfiðasta við einmitt að ná fram einhverjum breytingum að maður þarf fyrst og fremst að láta fólk átta sig á því hvers virði vinnan þeirra þú veist bera virðingu fyrir hlutverkinu sem þú gegnir við erum að þjónusta fólk fangelsum, konukoti sem á kannski engan við starfsfólki sko fjölskylda, vinir og starfsfólk sem fær greitt fyrir að þjónusta þig og getur látið þig svo úti þetta bara, þá þarf einhvern veginn meiri virðingu fyrir þessu hlutverki svo fólk getur líka tekið tillit til hennar þegar þú ert þegar mannskja á erfitt og þú þarft að mæta henni að muna bara að við erum kannski að uppfylla öll þessi hlutverk sem okkur finnst bara sjálfsögðu í okkar lífi og eins og varst að segja að kannski fólk sem sýnir þessi krefandi hegðun það fær oft bara athygli þegar það að gera eitthvað af sér veist, það einu samskiptin og nándin sem það fær eru neikvæð og það kann kannski ekkert annað og til eins og hjá okkur ef það eitthvað sem kannski yfirleitt mjög krefandi eða eitthvað ef að hún á bara góðan dag þá talar enginn við hana, bara ekki stikk hana, hérna. Og auðvitað það ógeðslega einmanalegt. Og þá náttúrulega bara sækjur þér samskipti eins og þú kannt að sækja samskipti og var þessi konu kalla kvöld, ég veit að segja þetta við ykkur, þá hann að ég ætla að fara að veiða upp þér. Þá prófuðu þeim eitt svona að þau fórum að ræða þetta, bara hver hvatinn fyrir þessum neikvæð samskiptum og reynir þá bara að fókusa á þau góðu og þá fengum við svona starfsfólk til að vera eiginlega bara alltaf frammi til að það verður alltaf þessi menning að starfsfólk að rotta sér saman inn á kaffistofu og ef allt rólegt þá einhvern veginn gripið tækifæri og fengið sér kaffibolla og fer bara að spjalla við staffið þetta eru mómentin sem byggja upp trausti og maður þarf að búa til augnablik sem skapa traust og þá fórum við sem sagt að biðja starfsfólki að vera bara alltaf frammi og vera það bara með þeim að horfa sjónvarpið þó svo að enginn væri að tala og þá myndaðist eitthvað svona stemming fyrir Love Island þáttunum og svo var það bara svona allir að horfa á Love Island saman og það einhvern veginn bara róaðist svo húsið og þegar þú varst með verkefni, þú varst í samskiptum það var nánd í gangi og svo fannst okkur þessu magnað og þegar við sáum líka við erum alltaf með örugt neyslurými það var enginn að nota rýmið þegar það var að vera að horfa á Love Island sko. Og þegar þú varst með eitthvað til að dreifa huganum, þú varst í verkefnum, varst í þessu flæði sem alltaf verið að tala og það voru ekki allir að hunsa þig og þá varst þú bara með þrá ekki fyrir
einhverju, Já. vímöfninu, hvað sem það er. Og þannig að maður var eitthvað, ok, af hverju er ekki lögð meiri áherslu á þetta? Þetta er auðveldara, þetta er einfaldara, þetta er gagnast öllum. Það einhvern veginn er bara, veit ekki af hverju, það er ekki meira að tala um svona hluti. Margrét, þú veist á Hólmsheiði Já, sem er kannski sem er inntökufangilsi eða Akkurat. móttökufangilsi akkurat. og menn koma í alls konar ástandi þar Mm og kannski, já, svona kannski helstu upp á komundunar eru kannski þar held ég núna í dag eða ekki en það er svona áskorunum þess varðandi geðheilbrigði og annað sérðu fyrir þér að fangelsismálastofnun eigi eftir að innleiða þjónandi leiðsögn þar? Sko, mér finnst þetta mjög góð spurning. Mér finnst þetta mjög heillandi sjálfur og ég svona kannski reyni persónlega svolítið að hafa þetta leiðilegu sem mínu starfi þó ég hef ekki heyrt þetta nákvæmlega fyrir bara í dag. Þetta er mjög góð spurning. Ég vona það. Og þetta er svolítið áhugavert ef þetta er lítið reglum til hliðar. Að því að þú veist við náttúrulega þurfum að starfa eftir ákveðnum reglum sem eru sett af löggjafanum. En þetta er náttúrulega líka samt helsti miskilningur út því að þjónustu leiðsögn útilokar ekki neitt annað. Nei, ok. Þetta er bara svona meðalhófsarreglan. Getur þú Meðalhófsreglan, já, frá ok. hérna fangilsun í Noregi? Já, þú veist. Við fórum Já. þetta, ég Já, var ok. einmitt að segja því hérna fyrir í dag sko, eða við vorum samlega þetta frammi að ég tók skoðast fangavaraskólan 2014 og þar var ég eini fangaverðin af Kvíabryggju. Það voru 14 aðrir fangaverðir af bæði að Litla-Hrauni og þá skólaverðustíg og það var alltaf verið að tala um sko norska kerfið sem er FC-kerfið í Noregi og skólastjórinn þá hann var að lýsa þessu hvernig þetta væri og ég sagði við erum að gera þetta á Kvíabryggju. Nei, þið eru algjörði hálfveðatóttur á Kvíabryggju, þið vitið ekkert hvað þeir að gera. Ok, svo fórum við þegar skólinn útskrifaðist, þá fórum við til Noreg, svo fórum í Holden í Noregi og þar er klárlega unnið eftir þessu. Þarna var listasmiðja, bókasafn, tónlistastofa, verkstæði, bænahús, það er allt þarna til staðar til þess að bæta raunni umhverfi fanga. Og byggja það upp. Og byggja það upp, já. Og samstagsnefnendur mínir í fangavaraskólanum svo þetta er dásalegt. Svona viljum við hafa í Íslandi. Ég segi hætti þessu væli. Ég er eins og ég sé komin heim. Það var bara þannig. Og þarna gekk þetta út á að bæta mannleg samskipti og bæta mannin innanfrá eins og við höfum verið að ég vil halda áfram með það sem að Halldór að koma að greinilegt að Lofæland virkar allstaðar. Á tímabili var sko svona þema í okkur, þetta voru kannski 12-13 kallar, sátu fyrir og sjóvarpið og horfðu á Lofæland á kvöldin, öskrandi eins og smástelpur og skríkandi. Er það að meina þetta? Ég er að meina. Já, ég meina það er stemning þegar það er líka eins og bara H&M eða eitthvað, það er Ég rosa held að sé stemning. ekki sjónvarpsefni sjálft sem Nei, að að tala um. Það er eitthvað hafið svona fyrir stafni og einmitt og þetta er allt sem En Lofæland sko, daglega sko. Norðurlöndin eru öll með þessa stefnu. Það er allt gert til að, mér finnst þeir vinna eftir þjónandi leiðsögn og að hópefla og að einstaklega eru komið betur út og hann sé búin að þjálfa því að sko, hér á Íslandi eru verið lokaði svona inni í lokuðum fangelsum sem er kannski ekki mikið í boði. Þú verður svo félagslega aftengdur eða einhvern veginn að þegar þú kemur út að þá áttu það til að lokaði braf, félagslega einangrun og fleira sem kemur. Þannig að en við vorum einmitt í Finnlandi að skoða opin úrræði og fangelsi þar og þar fannst mér bara það var allt gert til að koma mönnum út, skilur bara í lokuðu fangelsunum og þurfti hann til tannlæknis eða mæta fyrir dóm eða eitthvað og færstu bara skammtímaleyfi, þú bara sérðu með sjálfur og fer bara í þetta sjálfur og kemur svo bara tilbaka eftir 6 tíma. Þeir voru ekki að eyða einhverjum bílstjórum og fangavörðum til að fara með því eitthvað, þú bara út með því, þú bara kemur aftur og í opnum fangelsunum og þar sko því að þú varst að segja að þið varu með lága girðingu og þetta væri allt opið en þar
sem sagt, í raun og veru Ísland samt skilgreining og opna fangilsi miklu þrengri heldur en úti, sko. Úti þetta þannig að það ábara enginn að vera inni á daginn, sko. Það fara bara allir út í bæ að vinna eða í nám eða meðferði, sko. Þannig að þetta er svona smá munur en yfir allt, sko, þá held ég að allir séu að vinna svolítið á, það eru örugglega engin með þjónandi leiðsögn, skilurðu, en það er samt allir einhvern veginn að vinna eftir þessu fyrirkomuna, held ég, sko. Og ef ég aðeins, sko, þú varst að spyrja Margréti með hvort að Fangelsismálastofnun, ég held að Fangelsismálastofnun sé búin að átta sig á því að þetta hvort að hún sé tilbúin að marka sér þessa stefnu, en hún klálega að vinna í áttina að því og við sjáum það bara starfsfólki líka, sko. Já, starfsfólki líka. Leggja allir fram að bara, þú veist, einmitt gera, þetta er óbáslega erfitt að koma í fangelsi. Fólk eru í rosalega sjokki, eðlilega. Já, við sjáum þetta bara samskipti við okkur, bæði Fangelsismálastofnun og fangaverðir. Þetta eru svo mikið, góð samskipti sem að hefur verið að lagast og ég meina að ég held að sé bara allir búin að átta sig á að það er allir að vinna sama markmiði, skilur við. Og þannig gerast hlutirnir og þannig verða breytingar. Þegar þú sagðir áðan hana með vinna eftir reglum og allt, þetta er svona ótti minn, þú veist, þegar vera hana reyna að fá fólk til að innlega þetta svona, það er einhvern veginn alltaf tekið þannig að það þurfa að útiloka allt annað. En auðvitað eru lög og reglur í landinu og allt það, en þetta snýst semst það að hugsa af hverju erum við að gera þetta, hverju er þetta að skila, getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi en að skila ykkur betra og að það sé ekki alltaf gjaldfellt sem þjónustu leiðsögn og vera eitthvað, nei, við þurfum að hafa mörk hérna, þetta er fangelsi eða hættulegt, það er hægt að gera bæði, það er hægt að hafa mörk og reglur og þetta er bara spurning hvernig við gerum það og viðmótið og virðingin í því sem við gerum að hún skilir sér og við séum ekki gera meiri skaða heldur en gott með hlutum sem við erum að gera út af því að, og það er náttúrulega hægt að tala til dæmis eins og einangrunarvistun og allt bara endalaust í þessu samhengi bara getur einhver sýnt mér hverju það skilar til dæmis öðru en mannlegri þjáningu og bara að sefa ykkur að refsi ekki eða ykkur að réttliskenn þetta þjónustu leiðsögn bara að benda á svona hluti bara gerum þetta öðruvísi, þetta skilar engu nema, Við sjáum samt, sko á þar sem að fólk kemur sem að hefur ekki kannski þekkingu á þessum hópi kemur jafnvel í einkennisbúning og kann ekki á hópin að þeir bregðast öðruvísi við þegar þeir upplifa sér hrædda, skilur og þá kemur allt svona valdmanns fígúru sögur eða svona, veist, eitthvað svona að því að það þú bregst þannig við, skilur en hérna leið og menn kannski fá þjálfun í þessu að við sjáum að koma upp ótrúlega mörg tilfelli þar sem að hlutirnir enda oft í látum og slagsmálum og hérna en það þarf ekki að gera það, skilur það þjálfun kannski í að koma fram held ég, sko, við þennan hóp, sko, en að því ég meina á þessum stöðum eins og í fangelsónum og neyðarskílunum að þarna er fólk í alls konar ástandi það getur verið í neyslu það eru raskanir og alls konar sem er í gangi þannig að samblanda af nokkrum fólk er að glíma við alls konar kannski fjölþættan vanda og gerir einn vanda en þá stærri kannski búin að bæta neyslun og einhverju þroskahömlun eitthvað svoleiðis Ásdís hefur haft það sem svona venju að biðja allir svona lokaorð eða hvað sparka í kerfið komdu með einhverja láttu það að heyra drop the mic svo vill taka það á sig einhver lokaorð bara fyrir skilabót til stjórnvalda eða eitthvað bara þeir sem vinni með jaðarsettu fólki, bara bera virðingu fyrir valdin ykkar og ekki misnúða og meðalhófsregla. Gekka. Já, við þakkum ykkur bara kærlega fyrir komuna og við sjáumst á 2 vikum liðnum. Takk.